Móli, finnir þér sáttur? Já, mjög sáttur. Hann í undanúrslit í bikar og með öðru sæti í deildinni eins og er, þannig að nú bara förum við heim í okkar stóru og frægu rútu og höfum gaman. En svo náttúrulega auðvitað stutt í næsta leik í deildinni, Grindavík heima. Þannig að við verðum bara, það er kvöld í kvöld sem er gaman og svo bara verðum við að byrja eftir á morgun. Það er ekki búið. Ykkur tókst að skora 2 á fyrsta kortinu, það hlýtur að ekki gefa minnir í kvöld. Já, það var svona planið að reyna allavega að það eru kannski lítið sjálfstraust núna að vinna bara hvað einn leik og reyna strax að berja á þeim, pressa þær hátt uppi, koma í það strax og setja strax 2-3 mörk. Planið var náttúrulega 3 mörk, en þannig að þetta var planið að setja strax pressa á þær og skora strax. Það gekk ágætlega, við skorum 2 strax, en svo raunverulega kannski bökkuðum við aðeins og svona reyndum að halda aðeins út hálfleikinn. Þannig að þetta gekk allavega sem að við svona lögðum upp. Og síðan seinni hálfleikinn þegar þið náðu að skora mjög snemma þar líka og svona bökkuðum þegar Hlíðar tók á hálfleikinn. Var það meðvitað eða hvað? Nei, þriðja markið kom á mjög góðum tíma líka. Þriðja markið náttúrulega auðvitað drepur, þá erfitt fyrir þær að koma tilbaka. En það var ekki meðvitað að bakka til það, bara halda áfram, pressa þær hátt uppi. En auðvitað í fótbolta þá innst inni, þá segir einhver lítill kall við þig upp í hausnum á þér, halda, komið 3-0. En engar síður þá skoruðu 2 viðbót og það er eitt á okkur þannig að fyrri og seinni hálfleikur fóru eins, munandi 2 mörkum, 2-0 í fyrri hálfleik og 3-1 í seinni hálfleik, það er 2 marka mun bæði fyrri og seinni. Þannig að þessi hálfleikarnir voru eins í sjálfu sér. Og svona lítið bara heilt yfir kvöld sáttur? Já, mjög sáttur, mjög. Hann í fjærlega úrslit og lendum á móti fínu liði, F-liðið að styrkjast, spila fína fótbolta. Bara mjög sáttur að fara í 8. úrslit og vinna 5-1, það er bara á útivelli, það er frábært. Það spyr enginn að því hvernig staðan er í bikarleik. Frábært, takk. Takk. Finnir það, getur við að vera eitthvað sáttur. Já, við fórum í þennan leik til þess að komast áfram í bikarnum og töpuðum hérna stórt á móti sterku liði Þórs K. Og við réðum engan veginn við hraða þeirra fram á því. Og þær skoruðu fljótt í leiknum og það kannski sló aðeins á okkur og við vorum þó inni í hálfleik. 2-0 er ekki kannski stórkostlegt, en síðan skoraði þær fljótlega aftur í seinni hálfleik og þá eiginlega áttum við það voru búin að klára þetta neðan seinni hálfleik. Og það má kannski segja þessi 2 mörk í fyrri hálfleik, að það hafi þetta gerst gefið munni? Já, þá má segja sko, eins og ég segi, það var erfitt að fá mark á sig svona fljótt og ég vissi það að það hafi verið upplæðing á Þór K. Vitandi það að við höfum kannski átt erfitt uppdrótar á undanförnum að keyra svolítið á okkur og sjálfstæði kannski ekki mikið. Það er alveg fyrst að við erum að klára svona lið, það er gert algjörlega upp hjá það. Og þið sem færðu staðinn sem þú skemmtið í síðar hálfleik, getur þú nokkuð sagt með? Já, ágætlega. Undanskilin sko að fá þessi mörk svona fljótt í seinni hálfleik, það er náttúrulega drepur leikinn. Síðan jafnast leikurinn, bæði það sjálfsagt að við fáum aðeins meiri tíma á rými, þeir fara að skipta inn á og við náum hætti marki sem náttúrulega gleður okkur aðeins, þannig við fórum að spila aðeins betur og þá var þetta svona jafnari leikur, en úrslitin kannski ráðinn. Frábært. Takk fyrir. Gangi ykkur. Takk fyrir, sömuleiðis.